Já, halló, fásis.is. Nú erum við komið með gullmola í viðtal til okkar. Það er engin önnur en Greta Salóme sem ætlar að syngja raddirnar á laugardaginn í söngvakeppninni 2016 og við erum að sjálfsögðu ætlum að spyrja reynsluboltan Gretu Salóme hvort hún höndli að vera Eurovision-stjarna í Stokkhólmi í 2 vikur. Og þá ætlum við bara að demba honum spurningunum. Þú ert búin að æfa einu svona sviði í Stokkhólmi og hljóðið var hræðilegt og kameruvinnan var ömuleg. Þú kemur á blaðamannafund og þú ert spurð hvernig gekk æfingin. Hverju svaraðu? Frábærlega, hefði ekki getað gengið betur. Hæðislegt. Rússar eru að æfa á sviði og það blakta regnbogafanar út um allt og þeir eru púaði niður af viðstöddum. Þú ert spurð hvað skoðun þú hafir á þessu púi. Hverju svaraðu? Ég hugsa að ég myndi bara taka upp regnbogafanan og bara veifa honum framan í spyrjandann. Já, auðvitað. Þú ert mjög upptekinn út í Stokkhólmi og þú ert að syngja hjá Íslenska sendiherranum eitt kvöldið og svo ert að syngja á Norræna kvöldinu annað kvöldið og þriðja kvöldið er hringt frá Euroclub og þú ert beðin að tróða upp á miðnætti og þú ert svona aðeins að hugsa röddina þína og hvort þú eigir að taka þetta að þér. Hverju svaraðu? Ég segi bara, heyrðu, ég kem bara á morgun. Já, frábært. Á blaðamannafundum í Eurovision þá er nú oft keppendur beðnir að taka eitt lag og það náttúrulega fellir vel í kramið að taka Eurovision lag. Já. Og hvaða lag myndir þú velja? Ég hugsa að ég myndi taka lagið frá 2012, Never Forget. Kom ekki mikið á óvart. Ok, gott. Takk fyrir kærlega. Takk sem leiðis.